Komið sælir áhundur á nýjan leik enn að koronaveirunni blessaðri ef svo má segja. Háskóli Íslands og fleiri góðir aðilar hrindu af stað á föstudaginn síðastliðinn. Rannsókn á heilsufari þjóðarinnar á þessum fordæmalausu tímum, svo maður noti það orð enn einu sinni. Unnur Anna Valdimarsdóttir, prófessor við læknadeild Háskóla Íslands sestandi hjá mér, faraldsfræðingur. Þið eru að rannsaka heilsufar þjóðarinnar, hvernig samfélagið, einstaklingar, taka á móti þessum óskupum, andlega og líkamlega væntanlega. Já, við erum að gera það. Við höfum í gegnum tíðina verið að kanna hin ýmsu áföll og áhrif þeirra á heilsufar, bæði áföll einstaklinga og áföll samfélaga við efnahagshrun, við náttúruhamfarir og eins og þú segir þá þetta algjörlega einstakt samfélagslegt áfall teljum við og við höfum séð að slík áfall geta haft áhrif til lengri tíma og það akkúrat það sem við viljum vera að skoða hér, bæði viðbrögð einstaklinga og hópa. Það ákveðnir hópar sem við höfum áhyggjur af. Hér hafa 1800 manns greinst með veiruna og það hefur áhrif á þá og fjölskyldur þeirra, ótta við frekara smitt og annað slíkt sem hefur mjög mikil áhrif á fjölskyldur. En við viljum líka reyna að skilja hvaða leiðir fólk hefur notað til þess að komast í gegnum þetta því að þetta hefur breytt rosalega mikið okkar högum og okkar lífsstíl og það hefur náttúrulega, setur alltaf fótspor á heilsuna og það getur verið jákvætt líka fyrir suma. Þú situr til mig svona langt frá mér og það spritbrús á milli. Já, nákvæmlega, það svolítið nýtt. En sko, hafið einhverja tilgátu hvað að gerast innra með fólki? Auðvitað kvíðinn augljós þegar óvissan svona mikil. Já, ég meina hér við höfum öll upplifað ákveðin ótta í mismiklum mæli. Við höfum líka vísbendingar einmanaleika, sérstaklega í ákveðnum hópum sem hafa verið einangraðir svo að segja frá sínum ættingjum lengi. Aldraðir og fjölskyldur þeirra hafa áhyggjur af þeim. Þannig að nú það eru fjárhagsáhyggjur atvinnu óöryggi, allt hefur þetta eru afleidd áhrif af faraldrinum sjálfum og það getur alveg sett sitt spor á heilsufar einstaklinga, svefn, gegnum svefnkvíða og svo framvegis. Og það þetta sem við höfum séð í fyrri áföllum og viljum skoða og þurfum að skila þeirri þekkingu áfram til vonandi komandi kynslóða en það ekkert komið til með að segja að þetta sé búið núna þannig að við þurfum að skilja viðbrögð þjóðarinnar til þess að geta bætt okkar viðbrögð og viðbúnað við svona aðstæður. Getið Unnur speglað einhverju leyti í síðasta stóra áfalli sem var efnahagshrunið? Þarf þetta ekki að vera sjálfstæð rannsókn að því leyti að hún getur ekki alveg verið endur unnin upp úr síðustu óskupum? Nei, auðvitað lærðum við alveg heilmikið af efnahagshruninu og hvaða áhrif það hafði á fólk en það svo mikið sem bætist við hér. Það má ekki knúsa lengur og það eru alls konar þættir að má ekki ferðast lengur. Og manni ber að vanrækja ættinga sína. Já, þetta eru þessir í líkamlegu mæli. Já, og það yfirleitt í áföllum sem við grípum til þess og okkar helsta næring nálægð við okkar nánustu og það þetta sem svona aðeins tekið frá okkur, þessi bjargráð, þessi mikilvægu bjargráð og það mikilvægt að kanna, þú veist, hversu mikil var svo fjarlægð og hvort að eitthvað fótspor setur sig í heilsufari einstaklinga í kjölfarið. Að því leyti þetta ólíkt efnahagshruninu, þá máttum við faðmast? Þá máttum við faðmast en að samaskapi þú veist, það er öðruvísi viðbrögð núna, þá var mikil reiði og svona í dag erum við að var sátt til dæmis við yfirvöld og þá sem að hafa séð þessi viðbragðsáætlunina. Treystum heilbrigðisyfirvöldum. Þannig að það er öðruvísi sviðsmynd uppi núna en vissulega hefur hvert áfall hefur sitt andlit og þess vegna er dýrmætt að læra mögulegar ólíkar afleiðingar þeirra. Þessi rannsókn hefur vakið mikla athygli, var hrint af stað á föstudaginn og stendur yfir næstu vikur. Þú ert örugglega búin að heyra mikið út í samfélaginu, margir koma máli við þig, ég er búin að hafa mig svona, breyta þessu, fara að gera þetta sem ég aldrei gert áður. Heldur að fólk sé að breyta miklu í sínu daglega amstri?
Já, ég alveg sannfærð það og þú veist, og bara mismikið náttúrulega, en ég finn það bara á sjálfri mér að mitt daglega líf hefur breyst töluvert á þessum tíma en þetta auðvitað hefur, þú veist, mikil áhrif á mismunandi hópa og lítil áhrif á aðra. En það ég held að við finnum það öll að þetta er töluvert breyttar aðstæður, sko. Við vorum einmitt að tala að við komumst ekki í sund sem að hefur verið okkar líflína í mörg ár, þannig að þú veist, við höfum þurft að læra að lifa án þess og farnast það bara ágætlega, en það er misjafnt hvernig fólk tekst á við svona aðstæður. Hvernig farið að þessu? Það er ekki svona sjálfgefið hvernig maður rannsakar heilsufar þjóðarinnar vegna þess að heilsufar spannar sko ekki bara mannslíkamann heldur líka þetta hérna uppi. Akkurat, en við bjóðum allri þjóðinni að skrá sig til rannsóknarinnar, öllum einstaklingum 18 ára og eldri með rafræn skilríki. Við byrjum á að leggja fyrir stuttan spurningalista, 15-20 mínútur að svara honum svona lífstíl og líðan og almennt heilsufar og svona þessa þætti sem við höfum verið að nefna um félagslegt netverk, einmanaleika, aðeins venjur, svefn, áfengisneyslu og svo framvegis. En síðan er meiningin að skoða þetta til lengri tíma. Hvaða áhrif hefur þetta næstu mánuði og ár framvegis? Og þar reiðum við náttúrulega okkur á líka endurteknar mælingar að hafa aftur samband við einstaklinga til að svara spurningum. En þeir sem taka þátt heimila okkur að tengja þessar upplýsingar við almenn heilsufarsgögn. Þannig að við getum líka fylgt eftir einstaklingum og hópnum til frambúðar í þeim svona heilsufarsgagnagrunnum sem við eigum og eru opinberir á Íslandi og embætti landlæknis heldur. Og við erum einmitt í samstarfi við embætti landlæknis þessa rannsókn. Er það að leita að einhverju nýjum vísum? Sko, er það að leita að einhverju nýju í heilsufari þjóðarinnar? Já, við erum kannski svona svolítið mikið að skoða seigluþætti, eitthvað svona sem að þrautseigju, hvaða aðferðir notar fólk til þess að lifa af slíkar aðstæður. Við erum kannski ekki að skoða neina nýja þætti, útkomendar eru þær sömu, það er sálræn líðan, þetta eru líkamlegar afleiðingar mögulegar, háþrýstingur þegar líður frá, þessir þættir sem hafa verið mjög sterklega tengdir lífstílsþáttum og líðan. Og þannig að við munum svona fyrst og fremst vera að skoða þessa þætti þegar frá líður. En það er mjög mikilvægt, ég held að við myndum öll vilja eiga eða hefðum viljað að 1918 þá hefði verið til rafræn skilríki og þá hefði fólk getað notað interneti til að skapa þekkingu á mjög stuttum tíma. Þessu viljum við skila áfram, þessari þekkingu. Þú veist, þegar 100 ár líða eða 50, við vitum ekki hvenær næsta svipað áfall kemur. Þú ert faraldsfræðingur, eins og kom fram í byrjun. Já, ég er faraldsfræðingur. Þetta er náttúrulega ótrúlegu tímar fyrir þig og þitt fag. Já, það má segja það. Faraldsfræði byrjar náttúrulega sem aðferðafræði til þess að skilja smitsjúkdóma betur fyrir 150-200 árum. En faraldsfræðingar fást við bara ýmis inntök, getur maður sagt, og ég hef verið að skoða svolítið mikið andlega líðan og áhrif á þróun líkamlega sjúkdóma og aðrir eru í næringu og svo framvegis. En þetta er náttúrulega alveg ótrúlegir tímar og ég var með í rannsóknarteyminu til þess að spá fyrir þróun faraldursins til þess að þannig að ég hef líka verið að spreyta mig í smitsjúkdómum akkurat núna. En þetta er gríðarlega áhugaverðir tímar auðvitað en líka þú veist, maður upplifir skyldur við samfélagið. Hvað á háskóli og við sem vísindamenn að gera þegar svona kemur upp? Jú, okkar hlutverk er að skapa þekkingu sem fleytur okkur áfram og gerur okkur kleift að tækla þessa hluti betur. Við getum alltaf betrað okkur eða best af viðbragðsáætlanir og almannavarnir og það er það sem við viljum geta gert, það er okkar framlag. En þessi veira, koronaveira, sem búin að vera við lýði núna í bráðum hálft ár eða svo, hún hefur líka verið okkur mikil áminning nauðsyn vísinda, nauðsyn þekkingar, mikilvægi heilbrigðiskerfis, háskólakerfis. Þekkingin hefur að mörgu leyti haft sigur
úr bítum á Íslandi síðustu vikur og mánuði. Algjörlega og ég held að almenningur hefur alltaf verið jákvæður, finnst mér, gagnvart rannsóknum og verið mjög jákvæður að taka þátt í okkar rannsóknum, en ég held að sjaldan eða aldrei höfum verið eins meðvituð hversu mikilvæg vísindin eru fyrir velferðssamfélaga. Og þess vegna ég mjög vongóð þáttöku akkurat núna og bara spennandi að vera í þessum sporum akkurat núna. Og hvernig fer ég að? Hvernig ber ég mig að og þjóðin öll sem vill koma og hjálpa ykkur? Þú ferð inn á heimasíðuna liðanicovid.is og skráir því þar inn með rænum skilríkjum eftir að þú hefur kynnt þér skilmálana og síðan svarar þú spurningalistanum og það alltaf síðar að hægt að taka afstöðu til frekari rannsókna en þetta er svo einfalt. 20 mínútur af þínum tíma sem skapar þekkingu sem mikilvæg fyrir almannavarnir og skipulag heilbrigðiskerfisins. Og þetta auðvitað ekki rekjanlegt? Nei, ekki fyrir rannsakendur. En við getum náttúrulega með ákveðnu skilmálum persónuverndar rakið upplýsingar til í hina almennu grunna. En við megum bara nota þetta í vísindalegum tilgangi, þannig að það alveg á hreinu. Hvenær koma fyrstu niðurstöður? Við erum að vonast til að hafa einhverjar niðurstöður, geta kynnt fyrstu niðurstöður svona með sumri, jafnvel snemma í haust, en það svona markmiðið okkar núna. En þetta langtíma rannsókn, þannig að vísindi eru alltaf í langhlaup. Það svolítið svona seigfljótandi. Gangi ykkur sem allra best. Takk kærlega. Unnur Alda Valdimarsdóttir, prófessor í læknisfræði. Við læknadeilda ætla ég að segja við læknadeild Háskóla Íslands og faraldursfræðingur sem hefur verið að ræða hér þessa nýju heilsufarsrannsókn á lífi og líðan Íslendinga á þessum skrýtnu og sumir segja undarlegu tímum. En segjum þetta gott að frétta þættinum 21 að þessu sinni. Við sjáumst hér aftur á morgun, verið sæl.